Inniferallo. Ég er hrædd. Saga konsókonunnar Guyi skráð af Katrínu Guðlaugsdóttur kristniboða. Guyi var aðeins 4 ára þegar móðir hennar sat ein eftir með 4 börn. Hún reyndi að sjá heimilinu farborða með því að bera vatn og við. Úr hörðu steinfletinu reis hún löngu fyrir birtingu og gekk með stóru graskerin á bakinu niður að djúpum brunni, rúmlega hálftíma gang frá þorpinu. En brunnurinn var djúpur og þröngur, svo hún varð að draga upp vatnið í lítilli blikkdós. Þetta var seinlegt verk, en hún náði samt að bera 2 birgðar áður en sólin kom upp. Fyrir hverja ferð fékk hún aðeins 5 cent. Viðarbirgðin gaf henni meira í aðra hönd, en aldrei sanngjarnt verð, því að yfirstéttarfólkið í bænum borgaði venjulega það sem því þóknaðist fyrir vörur konsófólksins sem það leit niður á og misnotaði. Hver konsókona álíka eða leigir akurspildu til heimilisþarfa og í góðæri geta þær jafnvel selt korn. Erfiðir dagar gerðu móðurina þreytta og bitra. Dag nokkurn kom þekktur óþokki í heimsókn og með honum þorpsöldungarnir. Hann vildi fá móður Gúgíar fyrir konu. Frá þeim degi versnaði hagur litlu telpunnar að mun. Henni brá því lítið þegar hún var send aðeins 8 ára að aldri til að gæta akra sem lágu klukkustundargang frá heimilinu. Fyrir hanagal var hún vakin hraknalega og rekin af stað. Nestið var hnefi af baunum bundið í hornið á dulunni sem hún fékk yfir herðar sér. Og lítið eitt af kornsúpu. Það hringlaði í bjöllunum sem skreyttu fætur litlu telpunnar þegar hún skokkaði niður traðirnar. Varla var orðið bjart og þegar hún gekk í gegnum þéttan skóginn greip hana hálfgerður ótti. Amma hennar hafði sagt henni svo margt sem hún skildi ekki andaverur og dáið fólk. Hvað ef það myndi nú fara að ásækja hana þar sem hún gekk þarna alein og engin nálægur sem hún gæti kallað á sér til hjálpar? Allt í einu hrekkur hún við því hún uppgötvar að hún er á leið yfir akurinn þar sem að amma var jörðuð. Hún sér steindysina og leggur á flótta. Upp frá þessu tók hún á sig stóran krók til að koma ekki nærri þessum stað. Henni hafði þótt vænt ömmu sína því að hún var henni góð á sinn hátt, en brýndi mikið fyrir barninu að hún yrði að gæta þess vel að halda frið við andana sem byggju í myrkrinu, því að annars myndu þeir hegna henni. Amma hafði dýrkað Satan heima í kofanum sínum og mörgum stóð stuggur af henni. Ósjaldan orðaði hún það við litlu dóttur sína að hún skyldi fá að erfa töfragripina ef hún héldi fast við lög forfeðranna. Þegar gamla konan dó var mikið kveinað og allskyns athafnir fóru fram í virðingarskyni við hina látnu til þess að sál hennar fengi ró í dánarheimum. Þeim degi gleymir Gúgi seint. Hún hafði líka séð mömmu sína fara með kjöt af dýrum sem slátrað var hjá seiðmanninum og leggja á leiði ömmu. Að sitja yfir akrinum var raunar ekki svo slæmt. Hún hafði nóg að gera því að fuglarnir voru ágengir. Henni tókst oft að hitta þá með steinum úr slöngunni sinni. Verra var að ganga heim eftir að rökkva tók. Hún heyrði svo mörg undarleg hljóð og ekki nema stundum var hún svo heppin að hitta fólk á veginum. Verst var það þó ef hún fór að hlaupa. Þá fannst henni eins og allt þetta sem amma hafði verið að vara hana við kæmi í humátt á eftir henni og ætlaði að taka hana af því hún gætti þess ekki nógu vel að gera eins og þeir vildu. Það var á einu slíku kvöldi sem Gúgi litla fannst meðvitundalaus á veginum. Þegar hún vaknaði mörgum klukkustundum síðar, heyrði hún hvískur og söng í kringum sig og grátandi konur. Þá greip hana ósegjanleg hræðsla. Hún vissi að svona grét fólkið þegar einhver var að deyja. Hún ætlaði að kalla á mömmu sína en kom ekki upp orði. Henni var ljóst að hún var inni í seiðmannskofanum og það var hann sjálfur sem sat við glæðurnar á miðju gólfi. Stóru trumburnar við vegginn gáfu frá sér draugslegar drunur. Hún greindi óljóst aðstoðarmannin sem sló þær. Við hlið seiðmannsins lá nýslátruð geit og hlóðirnar voru rauðar af blóði.
Augu seiðmannsins voru tryllingsleg og hann ákallaði Satan og hans fylgifiska að þeir hættu nú að vera reiðir. Þið eru miklir og hafið örlög okkar ykkar valdi. Vægið okkur, ó vægið okkur, kveinaði hann aftur og aftur. Þessi atburður grópaðist í huga telpunnar og merkin eftir glóandi teina seiðmannsins sem hann brenndi hana með til merkis að hún væri undir valdi andanna, sjást enn þann dag í dag á andliti og brjósti Guðjar. Að hún skyldi ganga heil til skógar eftir þetta er raunar furðulegt. En hún þorði ekki lengur ein niður á akur, svo þær fóru fleiri saman. Við lékum okkur og höfðum það skemmtilegt á milli, en svo allt í einu gat gripið okkur skelfing og æðislegur ótti við allt og alla. Þá héldumst við í hendur og ég reyndi stundum að kalla og biðja ömmu ef hún væri þarna einhvers staðar, að gæta okkar, segir Guðji og brosir við. Það sem var sárast við bernskuárin var þó það að jafnvel eldra fólkið virtist skjálfa af ótta við andana sem það tilbað. Ég man eftir einu sinni á heiðinni þorpshátíð. Allir höfðu tekið þátt í djöfladansi og blóti og seint kvöldið læddist hver heim til sín. Ég ríghélt í mömmu og fann að hún skalf. Ert þú líka hrædd, mamma? Spurði ég. Já, góða barn, auðvitað er ég hrædd. Allir eru hræddir. Það er aldrei að vita hvað fyrir getur komið. Öryggisleysi, ótti og böl til sálar og líkama. Þó að þröngt væri í búi varð hinn illi fyrst að fá sitt. Þannig rifjar Guðji upp minningarnar frá liðinni tíð og ég læt hann að segja ykkur frá áfram eins og hún skrifaði þetta niður fyrir mig. Ég man þegar ég heyrði fólk fyrst tala kristniboðið að þetta hvíta fólk væri komið til að búa hjá okkur. Það gat stundum læknað fólk sem seiðmennirnir höfðu sagt að þetta deyja og þau boðuðu fólkinu að Guð á himnum hefði sent frelsara í heiminn sem vildi gefa frið í hjarta og eilíft líf. Þess vegna ætti fólk að hætta að tilbiðja Satan og snúa sér til hans. Margir voru ákaflega hræddir við þetta og héldu að einhverjar ógnir myndu dynja við byggðarlagið ef farið yrði að slá af andadýrkuninni eða minnka fórnirnar. En þessi boðskapur hafði eitthvert undraafl og smásaman urðu þeir fleiri sem snéru sér frá Satans valdi og urðu kristnir. Vitnisburður þeirra í orði og athöfnum sýndi líka að þeir höfðu eignast eitthvað gott og eftirsóknarvert. Við höfðum alltaf haldið að það veru andarnir sem réðu yfir láni og óláni og að sá sem að valdið hefði væri Satan. Þess vegna var að gera þjóna þeir sem best og blíðka með fórnum ef maður vildi eiga von hjálp og góða tilveru eftir dauðan. En hinir kristnu töluðu Jesú Krist sem hefði allt vald á himni og jörðu. Þetta var stórkostlegt og ég þreyttist ekki á að hlusta á umræður fólksins. Þarna var áreiðanlega það sem að mig vantaði og ég fór að stelast á samkomur. Ég fór meira að segja að reyna að biðja í einrúmi. Svo var stofnaður skóli á kristniboðsstöðinni. Í fyrstu héldu allir að hann væri bara fyrir drengi og mér fannst það ágætt. Við stelpurnar þurftum að læra allt mögulegt annað. En þegar strákarnir voru að koma með bækur, blað og blýant, höfðu lært að lesa og skrifa, þá fór ég að öfunda þá alveg hræðilega. Af hverju gat ég ekki verið strákur? Ég og vinkona mín höfðum verið það bil 14 ára við tókum á okkur rögg og gengum á fund kristniboðans. Hann sagði okkur að skólinn væri ætlaður bæði piltum og stúlkum, en fram að þessu hefði bara enginn viljað senda neina stúlkur í skólan. Við hlupum heim alsælar og báðum leyfi, en fengum barsmíðar og forboð. Að reyna sér reigin vitleysu hefði enginn heyrt. Við grétum og báðum, en ekkert dugði. Þá ákváðum við að strjúka. Kristniboðanum var illa við að heimila okkur dvöl á stöðinni í trássi við ættingja okkar, en svo fór þá að lokum. Mamma hótaði að taka mig heim með valdi en féllst síðan á að láta mig í friði ef hún þyrfti þá ekkert að sjá mig lengur. Ég fékk smá vinnu hjá kristniboðanum og kristniboðsstöðin átti eftir að verða heimili mitt í fjöldamörg ár. Nýtt stríð byrjaði þó aftur, þegar ég viðurkenni að ég væri orðin kristin. Og enn meir kostaði það þegar uppkomst að ég hafði eyðilagt töfragripinn hennar ömmu sem hún ætlaðist til að ég notaði við tilbeiðslu andana. Þetta myndi leiða bölvun yfir alla fjölskylduna, spáði mamma.
Ég bið mikið fyrir henni. Hún á oft svo bágt og segist langa til að vera kristin eins og ég en ekki þora. Hins vegar leitar hún oft til mín þegar henni líður illa. Aldrei fæ ég full þakkað Guði fyrir það að hann skyldi senda fagnaðarerindið Jesú til okkar í Konsó. Ég veit ekki hvað hefði orðið mig annars. Ég, sem áður var bundin af ótta og friðleysi, á nú frið og gleði í samfélaginu við Jesú og örugga vissu eilíft líf hjá Guði. Stundum grípur mig aðeins hryggð yfir því að amma skyldi ekki lifa nógu lengi til þess að heyra þennan boðskap. Guji er nú komin nálægt 30, gift og móðir lítilla telpu sem hún kallar Selamawit. Í mörg ár var hún stoð og stytta í kvennastarfinu í Konsó. Enn í dag eru ótal stúlkur og konur sem lifa í sama myrkri og Guji áður gerði. Ástæðurnar eru ýmsar. Sumar eru búsettar langt út í héraði þar sem tækifærin til að heyra Guðs orð eru færri eða engin. Aðrar eru eins og móðir Gujiar, bundnar í hræðslu eða sinnuleysi. En Guð hefur sínar leiðir og ég er viss að kristin konsókona er undir flestum kringustóðum sú sem best nær til sinna eigin kynsystra. Hún þekkir gáturnar og óttann sem þær glíma við og skilur hugsunagang þeirra sem við kristniboðar í heiðnu landi eigum stundum svo erfitt með að setja okkur inn í. Enda blandast inn hjátrú og allskyns villa vegna vanþekkingar og fáfræði meðal fólksins. Því er aldrei of mikil áhersla lögð á að ná til kvennanna. Áhrif þeirra á heimilunum og á börnin bera líka margfalda ávexti Guði til dýrðar.